Jú, góðan daginn, kæru hlustendur, það eru Arnar Þór og Yngvi Þór sem heilsa ykkur þennan þriðjudaginn. Verið velkomin. Verið velkomin að viðtækjunum, herðu, það er stór þáttur í dag. Já, sprengja. Við viljum kannski minna á Dýbind og Pingjan sem fyrr að endilega gerast meðlumur þar eru við með samfélag í kringum Pingjuna. Já. Og það er búið að vera nokkuð virt svona undanfarið. Já. Svona virkar en venjulega. Já, það er galdurinn við að byggja upp lítið community. Það er svona hægt og bítandi fyrir að stjórna sér sjálf. Já, það er verið að pikka í okkur ef við erum ekki að setja inn á réttum tíma og svona, sko. Já, það er aðhald. Það er skemmtilegt, sko. Það er aðhald. En svo er annars bara, erum við nýkomnir undan helgi, Station helgi. Það er náttúrulega draumur launþegans. Já. Það er Hvítasunnan og annar í Hvítasunnu. Það hefur verið gott. Og þessi dagur hann getur aldrei endað á helgi. Þannig að En það er svo? Já, það er bara annar í Hvítasunnu, það er alltaf mánudag. Hvítasunnu er alltaf á sunnudag. Já, Hvítasunnu, já. Sér það, sko, þannig að það hefði, við gerum það kannski ári að þá skulum við taka hérna launþegalistan sem þennan fræga og senda spurningalista. Hvað gerir launþegin á svona helgi? Og fá það bara beint frá hotshot launþegunum. Já. Hvernig væri það? Þeir sem eru hvað allra reyndastir. Já. Launþegin dýrkar annan í Hvítasunnu. Hann mun aldrei bregðast þeim, sko. Ég þykist vita meðlimir launþegalistans sem eru upper in society en við hinn, svona mörgera. Þau voru í frí á föstudaginn líka. Já. Það er master. Það er reynslan, sko. Það er reynslan að tala. Þú ert að mjólka allt þar, sko. Heyrðu? En já. Fyrirtæki dagsins? Já, það er Nova og þessi þáttur verður náttúrulega svona í anda ölgerðarþáttarinn sem að, bara eins og einhverjir urðu vari við. En útból Nova er hófst á föstudaginn síðasta og líkur á föstudaginn næsta. Já. Og þannig að það er nú ekkit seinna á veinna en að taka stöðutjekka á Pingju þeirra. Sjá hvort þið standist álagspróf Pingjunar. Já. Við köllum þennan auka þátt hákallasúpuna. Það sem við viljum síðan á eftir fá 2 hákalla úr atvinnulífinu og búta á niður í súpu. En fyrst ætlum við að rýna í Pingju þeirra. Það er í fyrir þættinu. Þá ætlum við svona að reyfa nýjasta ársæningin 2021 sem kom út nýlega og en svo í seinni þá fáum við hana Margréti Tryggvadóttur, forstjóra, og Magnús Árnason sem að leiðir stafræna þróun og markaðsmál fyrirtækisins síðunni. Þetta eru séfar. Já, en án lengri haldið þá ætlum við að fara yfir okkar frábæru samstarfsaðila og við eigum þeim allt að þakka. Bókstaflega allt. Og það er náttúrulega Payday og ég get til að byrja með, það er Payday. Ég get sagt það núna, Yngvi. Nú þarf ég ekki lengur að tjá mig um Payday. Ég er komin á ról. Já. Og burtséð frá því hvort að þau var að auglýsa okkur eða ekki, þá væri ég samt að segja frá þeim þetta núna, sko. Þetta er alveg geðveikt tól, sko. Svo bara viðmóti líka þannig að þú veist, mér langar bara að fara inn á þetta og senda reikninga. Já, ég veit það, já. Þetta er svo welcoming umhverfi, sko. Svo er annað, þegar þú byrjar að tala við á chatinu, þá langaði að þið leiðist bara að fara að spjalla. Það er svo góð þjónustar, þau eru svo fljót að svara, að ég myndi gera það næst þegar ég leiðist. Ég þarf að prófa það. Hvað ætli Payday sé að bralla? Og prófa bara að senda, þeir svara alltaf, þetta er geðveik þjónusta, sko. Ég verið hjá áður, bara ónefndu fyrirtæki í svona þjónustu og með kveið fyrir því hvert skipti að fara þannig inn og þurfa að senda reikninga. Já, Sá hvað hefur breyst í tilhökun núna. Það væri illa gert á okkur að lasta opinberlega. En það komið svolítið óvart að heyra að þeir væri yfir höfuð að bjóða upp á þetta, sko. Ég bara hafði ekki hugmyndu það. En þú ert í betri málum í dag með Payday. Klálega. En það fjallu þau orð hér á skrifstofunum daginn. Og ég ætla bara að segja það hér frá einum einyrkja að hann hafi verið að spája hætt í eigin rekstri. Þangað til hann uppgötaði Payday. Nei. Þessi orð fjallu hér. Það er rosa. Þetta er ekkert grín, þetta er sönn saga. Já. En Payday kæra þakki fyrir. Og þá ber helst að nefna nýjan samstarfsaðila. Já, Suitup. Wow. Suitup. Hvað segir maður þá? Strumpur? Já, strumpur. Já, það er náttúrulega sko fyrir svona viðskiptamenn eins og okkur. Já. Þá er náttúrulega algjört must að vera vel uppdressaðir. Já. Suitup, þeir styðja nýjir þitt daginn. Hvað var það aftur? Netbankakúriki. Netbankakúriki. Þú ert ekki netbankakúriki í dag nema þú sért í Suitup. Nei, sammála því. Og við Excel-töffarar, allir í Suitup. Það er líka skemmtilegt. Hvað heldur þú sért að fara í mörg brúðkaup í sumar? Ég er að fara í 2. 2? Já. Nú var það ekki meira það?
Nei, allavega tvö slegin. Það eitt sem svona ekki, þú veist, alveg brúðkaup. Já. En svona létt veisla. Já. En þú veist, 3 getum sagt það. Já. Ég held að markaðshlutdeild Sútöpp í þessu brúðkaupi verður svona 97%. Klálega. Það bara fyrir brúðkaupin í sumar. Já. Þá það Sútöpp. Ég held að pabbi brúðkaupmanns verður dressmann. Já. Restinn, ef þetta alveg Brúðkaup, Sútöpp. Það Sútöpp. Keldan, svo það náttúrulega grunninnviður. Þú ert náttúrulega að nota þetta í samaburðin núna þessum mundir. Já. Í gegnum áskriftarleiðina. Já. Og Kodiak. Það er þægilegt viðmót. Já, Kodiak og svo náttúrulega samaburðarleiðin í áskriftinni. Já, akkurat. En ég lendi náttúrulega, ég kíkti á Kidda í síðustu viku og Tölvumann. Og það var eitthvað, ég hafði klúrað einhver í Excel og þeir sögðu mig bara hús með ambabólu. Já. Og þeir bara leistu þetta, hann lagaði þetta, þannig að Kodiakin komin í gang. Stórfínt. Helvíti gott. En já, þessi áskriftarleið, hún einfaldaði lífið við samanburð og líka bara ef þú vilt fá framsettan ásending á Excel formati. Þú sér það, tímasparnaðurinn, það er eitt. Já. Kostnaðurinn, hugsaði kostnaðurinn að pikka vitlaus og tekur rangar ákvarðanir út af því að þú varst að spara þér eitthvað mánaðagjald við að pikka. Já, það getur orðið vesinn. Já, ég ætlaði að gera þetta frýtt á RSK og svo bara klúðraði í öllu og ég vissi af Kidda í keldunni og gerði ekki neitt. Þið verða að kíkja á hann Kidda með þetta. Já, ekki spurning. Klárt. Og ef þeir eru með ambabólu, þeir laga það. Já. Í Excel, þar að segja. Þeir eru ekki með bóluefni neinu öðru heldur en Kodiak og Excel. Það er eitthvað fall fyrir þetta þannig. Og svo síðast en ekki síst Dominos. Það er bara, ég ætla að leiða mér að segja annar grunninnviður hjá vinnuölkum eins og okkur. Já. Það var að sjálfsögðu ein ekstra pizza helgina, mínus ólífurendar. Hún var lest út og var til snæðings á mínum bæ. Já. Svo er þriðjudags tilbúið í dag. Akkurat. Minnum á það. Já, það er bara, ég var eignast barn á föstudaginn. Já, þú ert þannig vísitölufæðir. Já, númer 2. Já. Og það var Dominos, beint eru komið heim á spítalinn. Jú, þetta bara, hún beið okkar. Og ég baði ekstra kantólíu, þannig að litla stelpan fengi smá kantólíu. Hún má ekki borða og liggur bara á brótinum og býður eftir mjólkinni, en hún fekk smá kantólíu. Við þökkum Dominos fyrir það. Já, Dominos kæra þakkir. Herru, þá það bara, skulum við bara demba okkur í smá yfirferð, með smá formúla, við höfum oft komið inn á þessa top of mind umræðu. Já. Og ég held að það sé eiginlega bara ekkert fyrirtæki í Íslands sögunni sem eigi að skjóta uppleiða í þessa top of mind hillu eins og Nova. Nei, þegar þú segir það. Og sko, ég held bara til dæmis að Nova eigi einhverja bara farsælustu herferð í viðskiptasögu Ísland við að koma sér á markað. Bara á sín, þú veist, ekki á hlutabréfamarkað, bara, þú veist, í upphafi. Og þetta var bara komið einhvern veginn á allra varir, bara mjög fljótlega eftir að þau opnaði 1. desember 2007. Og þarna auglýsaði þau sig sem stærsta skemmtistað í heimi. Já, akkurat. Og ef ég fæ að lesa smá bút fyrir þig upp úr viðtali við hana Líf Bergþórs, sem var forstjóri í upphafi. Og þetta við opnun staðins á sín tíma og segir hún að Nova opnar nýjar dyr að stærsta skemmtistað í heimi sem er netið. Þetta skemmtileg pæling, sko. Svo segir hún fjölmargt verði í boði fyrir viðskiptavinni, má það nefna að hægt að spjalla við aðra á MSN, blogga, höndla tölvupóst, skoða myndskeið og hafa aðgang að öðru því sem netið hefur upp á að bjóða. Allt í gegnum síman. Já. Og hendur hún í MSN og þetta er náttúrulega börnsins tíma dálítið sem hún les þarna upp. Ert þú ekki lengur á MSN? Nei, ég er hættur á MSN. Okay. En svo segir hún ein nýjungin eru svokallaðir vinatónar. Í staðinn fyrir hefðbundna biðsón í símanum er spiluð tónlist sem sá sem hringt er í hefur valið. Og hægt að spila mismunandi tónlist eftir því hver hringir. Og nú hefur margt vatn runnið til sjávar síðan þannig. En þú veist, þessi vinatónar, þeir gjössalega tröllir yfir öllu á sín tíma. Já, þú ert eiginlega bara búin að stela því sem ég ætlaði að segja. Nú er það? Já, svona, sko, þú ert ekki búin að stela því. Það er náttúrulega lág í augum uppi að tala um þetta. En vinatónarnir, það var eitt. Einmitt, og svo þessir fríu símandir með þjónustusamningnum. Þú veist, maður fær bara nostalgíu að heyra þetta. Þau voru náttúrulega voru bara fyrst með það, held ég. Já, og býttu nú. Já, hvað með það? Manstu milljónumæringu vikunar síðustu viku? My OC Son. Já. Sama bók. Já, iPhone-inn að mæta þarna. Einmitt. Ok, áfram. Nei, já, bara, sko, svo er eitt svona skemmtilegu móli sem ég langaði að koma með. Hvað með það? Ok, þá ætla ég að koma hitt án að þú ferð. 0 krónur, Nóa í Nóa. Já, 0 krónur Nóa í Nóa. Það er náttúrulega svona þriðja, þú veist.
Já, það ekki? Einmitt, þriða nýjungin, en þú veist, svo var það einmitt þessi þjónustu samninga með símana, það var náttúrulega bara bylting, ég man að ég fengt mér eitt slíkan og þau bara náðu öllum yngri markkópnum bara á þessu. Algjörlega. Við hugsaðum bara, já ok, frí sími, sko, don't take it the wrong way, ég ætla bara að sletta, þau tröll riðu okkar kynslóð, sko. Já, klálega. Og ekki á slæman hátt, þau tóku kynslóðina upp á sína arma. Já, en svo líka svo fallegt að sjá hvernig þessi markkópur að vaksa með þeim. Já, núna akkurat. Í dag sko frá aldrinum þessi, ég ekki alveg með það akkurat núna. Býtu, ertu að tala aldursglæruna? Já, þetta hérna, sko, fólk á aldrinum 26-50 ára, sem þá var 11-35 ára. Þetta orðið stærsti markkópurinn í dag, eða þú veist, stærsta hlutdeildin í þeirra farsímanótkun, sko. Já. Þannig að það fallegt að sjá hvernig, þú veist, þetta hefur vaksið með þeim, sko. Já. En já, smá saga, smá voli frá því að opna. Og ég veit ekki, sko, það var ég starfsmaður Nova á sínum tíma. Þú varst rekinn? Nei, það var ég ekki. Margrét sem kemur hérna eftir, hún rak þig. Já, hún getur votta fyrir það, ég var ekki rekinn. En það sem að merkilegt við þá sögu, þegar þau opna 1. desember 2007, þá heyrði ég að fólk hafi mætt fyrir utan kvöld í þeim tilgangi, þú veist, það hélt að það væri á leiðinni á skemmtistað. Já. Og það voru komnir leigubílar líka og eitthvað svona. Já. Og þetta er eitthvað bara sem ég heyrði við. Kannski spurði þau út í þetta. Ég var fyrir austan hérna. Já. En þú veist, þetta stærsti skemmtistaður í heimi, það hefur greinilega, það er einhver miskilið það, sko. Já, klálega. Þetta er eitthvað sem ég heyrði innan búðar, en ég kannski fæða staðfest bara eftir. Og örugglega þá væntanlega bara fyrsta af mörgum þeirra stöndum sem að gekk alveg fullkomlu. Já, klálega. Er það ekki? En já, ég ætlaði bara að koma inn á þetta í rauninni bara sama recap og þú þegar við erum að koma sér stað hvernig við tóku okkar kynslóð upp á armana og maður hefur svona á síðastliðnum árum það er mjög mikið vitnað í Warren Buffett þegar hann segir mode eða síki þegar þú ert að byggja upp business og hinbúndurinn í því er að þetta snýst allt út á það að byggja upp network effect sem að þetta networki verður betra eftir því sem fleiri er að nota það og ég held að það sé ekki til betra síni dæmi þetta heldur en 0 krónur nóa í nóa því að þegar þú varst komið með kannski 5 sem voru í networkinu og sjötti vinnurinn stóð fyrir utan þá sagði hann bara, heyrðu, ég verð að hætti mínu simfélagi út því að ef ég er ekki inn í þessu þau vil ekki hringi mig út því það kosta þau og það kosta mig að hringi þau þannig að network effektið af þessu og ég sjálfur í smá researchi hlustaði aftur á viðtal við Líf Bergþórsdóttur títnefnda sem var fyrsti forstjóri og hún talaði mitt það að þú veist að þetta var auðvitað lagt upp með þetta en kom á óvart í rauninni hvað þetta urðu ótrúlega sterk áhrif að því bara að börn bara vildi ekki vera í öðru símfyrirtæki því að þau voru einhvern veginn bara út undan sko. Þannig að og þetta hefur svona þetta gat haft svona, hvað segir maður útilokandi áhrif á einhvern í vinahóknum bara ef hann var ekki Nova, sá hann sami sko það var bara ekki hringt í hann. Já, akkurat. Þannig að bara svona, get on board. Já, þau náðu þessu network effekti og þeirra mót í rauninni var bara að notendurnir urðu svo háðir hver öðrum út því það kosti ekkert að hringja að allir vildu vera með. Klálega. Eða mjög margir allavega. Nákvæmlega. En eins og ég segi, Saga Nova, þetta er náttúrulega, hún er stutt. Þetta er ekki nema sko 15 ár tæp síðan þau náttúrulega hefja reksturinn, eða þess að verslunina. Já. Fyrsta verslunin opnar. Þetta er rauninni 2006 sem þetta byrjar, öll pælingin á bakvið þetta og annað en akkurat. Ég held að það sé óætt að segja bara Nova, þetta er eitt af þessum markaðsundrum bara sem að hafa komið á íslenska markað. Gott ef ekki bara eitthvað stærsta markaðsafl bara sem að hefur sérst, ég meina þau hafa unnið Ánægju Vogina 13 ári röð og já, ég sá það. Unnu lúðurinn og voru þau ekki að vinna fyrirtæki ársins líka núna Jó, þú veist bara, í hvaða skipti, ég er alveg hættur að spá í því sko. Maður er bara hættur að telja maður bara veit að Nova er þarna on top of mind eins og við segjum Akkurat. Og búið að vera það heil lengi En ég veit ekki, komið nóg að drolli bara ef hann tók upp bara í ásveiningin eða? Þú tekur bara eins og áður, stutta yfirferð, rekstrareikning, efnahag Það reyna að hafa hana 2 mínútur núna Ok, og ég mun þá tala í 45 mínútur markaðinn Síminn, ringdu, Nóa og sín Nei, herru, ég ætla Sorry, er það illa gert að sleppa 101? Indie bandinu Eru þau ekki hætt að það? Þau eru búin, sambandið sko Já, það er bara Byggðum Aron og Kó
bara, þú veist, við blessum þau bara og þeirra vegferð sem lokið. Þeirra vegferð hefur runnið sitt skeið. Já, og við ætlum ekki að taka það með í einhver samburð. En all right, ásendingunni, þetta er samstæðureikningur og sem okkar sérgrein og það er Platinum Nova HF sem móðurfélag Nova HF og fleiri, en þetta er Platinum Nova HF fyrir þá sem hafa áhuga á að kíkja á þetta. Og við skulum bara demba okkur í tekjurnar. Tekjur samstæðunar voru tæpir 13 milljarðir króna árið 2021, sem stórgóður 14,8% vöxtur frá fyrra ári, en þó ber að nefna að inn í þessum rekstrarreikning söluhagnaður óvirkra fjarskipta innviða sem kölluð one-off sala og tekjur af því voru 900 milljónir króna. Að því frádregnum þá vöxtur félagsins milli ára þó 6,9% og í rauninni hvað var þetta 12, maður sjá Hvað leit eftir kallið mig? Þeir hafa búið að leiða þetta eða svona tæpi 12,83 tæpi 12,1 milljarður og ég veit ekki okkur ég var ekki með það skrifað en allavega þetta 6,9% vöxtur sem bara stórfínt. Tekjustóðir félagsins, þær eru 3. Það vörsala sem þá sala bara farsíma, það hulstur bara og önnu tæki og tól. Svo það netþjónusta sem væntanlega bara ljósleiðarinn og þráðlaust net og leiga á búnað og fleira. Og svo það farsímaþjónustan sem gagnapakkar og bara öll þessi símaþjónusta sko. Nú sko þeirra stærsta stóð ennþá farsíminn 5,8 milljarðir. En netþjónustan hún hefur verið alveg á svakalegu rönni núna. Má ég skjóta inn í? Já. Nóa TV. Ég var að lesa þetta. Já. Það að hluta til ástæðan fyrir að netið að springa svo nút hjá þeim. Já, einmitt. Það getur bara vel verið. Hjálpaði að komast inn á heimilin. Já, klálega. Já. En sko tekjurnar á því hafa bara rúmlega 7-faldast frá 2017 og orðnir 3,6 milljarðar króna. Já, þú veist, ég bara gamlar af sölunni síðan. Ert þú með þarna myndlíkilinn? Ég risaðalega. Já, ég líka. Já. Og ég hef alltaf spurt mig, hvað þetta lið að gera með Nóa TV? En þá það sem sagt sellið þeirra að hjálpa fólkinu að losna við myndlíkilinn og taka Nóa TV inn. Og hvað fylgir því? Jú, þú þarfst að kaupa okkur internet. Já, einmitt. En svo alltaf með gagnamagni líka. Sorry, innskott. Nei, þetta, klart, en þú veist, þetta góðu punktur sko. Þú veist, hérna eru þau með einhverja svona sérstöðu, skilur, því að það engin annar að gera þetta. Engin samanburðaraðili, ekki svo ég viti. Nei, þau ennþá í myndlíklunum sko. En sko, þessi tekjustóð, þetta internet, hún var bara ekki til árið 2015 og núna hún komin upp í 3,6 milljarðar sem bara stórfínt sko. Já. Svo það, retailin ég var búinn að fara í það er 2,6 milljarðar. Þú varst með tekið per starfsmann bara til að svona Já, viltu fá það? Já, kíkja það. Sko, á ég að taka beint úr kynningunni á þeim bara? Já. Já, ég svona með það sorry. Tekjur per starfsmann hjá Nova með við 147 starfsmenn. Það ekki mikið. 88 milljónir á kjaft. Og það svona með því herra sem við höfum séð. Það að hæsta. Það bara að hæsta. Þau bara með höfuð og herðar yfir þennan bransa. Já, það nokkuð ljóst. Já, og svo bara, ég skal bara skúpa þessu, fyrst þú ert búinn að spyrja. Þar á eftir kemur Síminn með 78. Tvisinu stærri veltu, 24 milljarðar. Þá ég að taka tölur án Mílu. Og svo Sín með 47 milljónir. Ég bara... Þetta eru höfuð og herðar. Já. Þú veist, það ég ætla ekki að eðilega meira úr mínum parta eftir, það kemur aðeins inn. Skemmtilegt. Þá það, dempum okkur yfir í kostnaðarverð seldra vara. Ég vil hafa fyrirvara því að þessi stöð mun aldrei gefa rétta mynd á álagningu þeirra bara í verslunum, sko. Hér bara verið að selja þjónustu líka og ekki bara farsíma og hulstur, sko. En ef við tökum bara söluna og deilum henni með kostnaðarverð seldra vara, þá fáum við álagningu upp á 80%. Og ok, þú veist, salan hún skiptist upp í þessar 3 stóðir sem ég nefndi áðan og það ekki nokkuð leið að koma að því hversu hátt kostnaðarverð á bak við það að bjóða upp á netið í farsíman sem dæmi, sko. Þannig að ég get þó sagt þið það, þegar ég vann hjá Nova, þá var ég reglulegu gestur upp á innkaupasvið
og þú veist, bara svona mikið liðið aðeins og hérna hvað segir, ekki eitthvað að gera stíðu og ef það er eitthvað sem ég veit eftir langar viðverur mínar þar uppi sko, þá er það er alltaf króna lögð ofan á þessi símtæki sem þau selja sko. Og það er svo og hérna, þú veist, svo einhvers staðar annar staðar frá kemur þessi álagning hvaðan, veit það ekki nákvæmlega það er ekki gefið upp en þá dembum við okkur í launin laun og launatengt gjöld, þetta eru 1,7 miljardar, þar af eru 1460 miljónir í hrein laun árið 2021 og þar voru skráð 147 starfskildi eins og komst áðan inn á hvort það séu 147 full störf veit ég ekki því ég veit til þess að Nova er með hluta starfsfólk líka sko en með þessi 147 stöðugildi séu full störf þá er Nova að greiða hvorki meira en 828 krónur á meðaltali á haus og það er held ég bara í alvöru með því bara allra hæsta sem við höfum séð hjá fyrirtæki sem er með meira en bara 20 starfsmenn. Þau eru top 10% úr því sem Pingjan er búin að reyna. Já, klálega, top 10 örgulega og þú veist, þau eru harrið en ölgerinn þarna og það er nokkuð ljóst að starfsfólkið er bara vel trítað. Andri, ef þú ert að hlusta, hækkaðu launin. Hvað var ég að tala um hérna? Bara góð laun? Já, bara starfsfólkið vel trítað og þú veist, svo er þetta líka bara duglegt fólk sem er ráðið þarna inn og ég veit það og ég veit ekki hvort það sé sama system núna og þegar ég vann en við vorum með svona sölubónusakerfi. Ég var að fara að koma inn á hvatakerfi, ég ætla að spyrja mörg út í þetta. Já, ég má alveg segja það ekki. Já, ég meina að þú varst rekin fyrir mörgum án síðan. Verð ekki með þetta. Magga tekur þá bara í lurkin á mér ef ég var að tala eitthvað á mér hérna. Já, ég meina það er allavega svona hvatakerfi, skilur. Þannig ef þú ert duglegur og nennir að vera á gólfinu og selja þá ert að uppskýra vel en á sama tíma þá veit ég að það er náttúrulega mikið lagt upp úr því að veita góða þjónustu það er ekki spurning sko. Ég man nefnilega Ted, Fellabæjarflagarinn félagið minn á Austan, eða vinnur hann mitt var að vinna á Nóa á þessum uppvaxtarárum þarna og ég man maður horfði alltaf hýru auga bara djúvill er þetta geggja kerfi ef einhverju sölhæstur þá fær hann sjónvarp bara í mánaðarbónus svo er verðlauna líka sko. Þú veist augalega, þú fær ekki bara hærri laun þú veist svo er verðlauna líka svo varstu held ég að berjast spottin hvort það var ekki betra árið í Kringlunni heldur Smáralind ákveðna daga og eitthvað svona og það var alveg keppni í þessu þetta var bestunarsystem bara ég teki sunnudagi hérna Smáralind og svo Lámúlan þarna á þriðjudeginum. Já, akkurat. Fólk var alveg að spá, sko. En aðeins áfram með launakostnaðurinn, hann er einungis 13,3% af tekjum sem er í rauninni stórbrotið hlutfall og sérlega stórbrotið með það hversu bara há laun þau eru að greiða starfsfólki. Já. Og þau hafa náttúrulega vaxið alveg ævintýrlega bara á litlum starfskrafti og veltuaukningin er í raun bara langt umfram starfsmannavöxtin, sko, sem er vel. Bara stórt hrós að þetta. Já. Nú, EBITDAn, þetta er fínasta EBITDA, 3,9 miljardar og 30,2% hlutfall. En ef við tökum þessa aðlöguðu EBITu, okkar uppáhald. Ég meina ég sé að sína líka með hana. Þetta kemur fram í útboðslýsingunni. Þá er þetta tæpir hérna, þá er þetta 3,2 miljardar sem er rúmlega 26,5% hlutfall. Sem er samt sem aðeins bara stór fín árangur og þannig er náttúrulega gífurlegur ábati í ljósi launakostnaðar sko. Eru að rúlla á bara svona, þetta er bara hlægilega lítill mannöður með að við tekjum sko. Já, akkurat. Það er bara þannig og svo hérna... Já, líka bara með að við hinn stóru sko. Já, en svo er náttúrulega sko, það er há EBITDA í þessum geira. Já, þeir megi eiga það. Já, við kíkjum nánar aðeins yfir það kannski á eftir. En... meðaltals EBITDA-vöxtur frá 2015 samkvæmt útboðslýsingunni er 8% sem er líka stórgott. Þannig að það er uppgangur. Það er nægur uppgangur. Má ekki segja það? Ég myndi segja það. Herðu, svo í hagnaðinn, þetta eru 1450 milljónir króna, 1,45 miljardur sem er 11,1% hagnaðarhlutfall sem er bara stórfínt líka. Það er engin arður, ekki í eðlilegu formi að minnstakosti, ég kem nánar inn á það á eftir. Já, ég var með eina spurningu með þetta. Já, ég get mögulega svara því, en ég kem svona þokkalega ítalega inn á það á eftir. Herðu, þá dettum við inn á efnahagsreikningin. Það eru fastafjármunir upp á 18,9 milljarða. Hér er hvorki meira en minna en viðskiptavildin, stærstu hluti, rúmir 10 milljarðar.
og við höfum nú rætt þetta áður. Sjálfur engin aðdáandi af þessari stærð viðskiptavild, en vissulega má færa rök fyrir því að hún sé nokkuð mikils virði hjá Nova. Þú veist, þau hafa bara verið nánast í áskrift af þessari íslensku ánægju vog og unni til allra mögulega veluna, en nú verður hún ekki til við yfirtöku? Já, það er nefnilega, nú er eins og ég ætlaði að segja, sko, nú er eflaust einhver að spyrja sig hvernig þessi tala er til komin, sko. Er þetta bara, þú veist, er þetta bara eitthvað huglægt mat stjórnarinnar eða ég veit ekki? Nei, jú, ég veit það. Þetta er ekki alveg svo einfalt. Nú er Nova keypt hérna til dæmis að PT Capital, þannig að 2016-17 og við þau kaup myndast svo kallað yfirverð á félaginu sem er svo fært undir óæmnislegar eignir og viðskiptavild. Þessar óæmnislegu eignir, þær eru afskrifaðar árlega, bara eins og rekstrarfjármunir og annað, sko. Viðskiptavildin, hún fer alltaf á hverju ári í svona virðisrýrnunarpróf. Akkurat, uppáhaldsorðið mitt. Já, viðskiptavildin hefur sko haldið þessu virði þannig kringum 10 milljarða frá 2018 að minnstakosti. Og þetta yfirverð, þetta umtalað yfirverð, það verður til þegar fyrirtæki festi kaupa á öðru félagi rekstri og greiðir fyrir hærri upphæðin bókfært eigið fyrir félagsins, sko. Akkurat, þetta er þessi mismunur. Þetta er þessi mismunur þarna. Og það er kannski erfitt að koma sér frá sér í fáum orðum, en ég hvet bara fólk til að kynna sér þessa viðskiptavild nánar, ef það hefur áhuga. Ég held að það hefur gert þitt besta og það er það sem telur. En það er sko, eins og ég segi, þetta er svona, þessi ástæðan fyrir því að þessi viðskiptavild er ekkert í sérstöku uppáhaldi hjá mér er að það er gert þetta virðisrýrnunarpróf. Þetta er náttúrulega breytilegt á milli ára, hún getur hækkað og lækkað og þú veist, þá er þetta orðið svona smá fugazi, sko. Já, ég var bara að bíða eftir og myndir segja. En þú veist, ég meina, en eins og ég segi, þetta er bara flott. Fugazi. It's a fugazi. You know what a fugazi is? It's a wuzzy, it's a fairy dust. Nei, herðu, næst eru það svo rekstrarfjármunir sem að telja tæplega 3,4 milljarða af fastafjármunum og langstæstu hluti þeirra þessar rekstrarfjármuna eru fjarskiptabúnaðir og fleira. Þau bæta við síðan fjarskiptabúnaði fyrir meðal annars 1,1 milljarð á árinu takk fyrir. Þetta er ágætis fjárfestingar í þessu. Já, það er heildarverð í rauninni 2021, þar sem að þau hafa netto verð fyrir fjarskiptabúnaði er 10 milljarðar frá á líftíma félagsins, sko. Netto. Já. Svo er þetta annað bara áhöld og tæki, bifreiðar, þetta klassíska. En svo skammt á eftir rekstrarfjármunum koma leigueignir og þær telja tæpa 3,3 milljarða króna. Og þetta er svona bara þessar, þú veist, þetta er aðalega svona, hvað heitir þetta, virkar aðstöður fjarskiptasenda. Það virkir innviðir? Já, svona í rauninni, sko. Þetta er í rauninni aðstöður undir búnaðina. Ég kem aðeins nánar inn á þetta eftir. Svo er fasteignir og bifreiðir líka eitthvað inn í þessum leigueignum. Nú, þá er það veltufjármunir. Það eru 5,3 milljarðar. Þar er handbæraféð ríkjandi, tæpir 2,2 milljarðar. Liggja nokkuð þungri pingju. Næst eru það viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur. Það eru nú samtals 2,7 milljarðar. Ætla ekkert nánar ofan í það svo sem. Svo eru það byrðirnar og það er standa í 390 milljónum og ég einhvern veginn hefði haldið að lagerin væri aðeins stærri. Já. Ég veit ekki. Þetta er náttúrulega endalaust af símum og snjallúrum og iPodum og dóti, sko, og endalaust af auka hlutum og öðru, en ég, þú veist, svo sem hef enga tilfinningu fyrir því þannig. Ég maður bara að það gæti verið vesen að vera að mæta þarna 2. janúar í vörutalningu, sko. Já, það. Mikið að dóti, sko. Já. Úff. Þau selja líka allan fjandana drastli, sko. Já. Drastli og ekki drastli. Já, svona, þau kalla náttúrulega snjallvörur, sko, en þú sérð eins og, ég sá að þau voru minnum komið með umboðið, eða kannski ekki umboðið, en þau voru að selja svona, hvað heitir þetta? Snjallgarða. Það sem voru með, sem er í gangi allan daginn. Já, bara svona fyrir snjallheimilið, eða þú veist eitthvað svona. Hvað heitir það? Þetta er svona Hypertonics. Ok. Nei, heyrðu, gætu þetta að klippa þetta út? Herru, en já, lagerinn 390 byrðirnar sér
en eins og ég segi, ég get ekki, það erfitt að gefa sér veldur hraðan á þessum byrðum. Click and grow. Þú ert örgulega búin að taka eitthvað saman. Smart indoor garden, þau eru með þetta. Smart indoor. Sko, kostnaðarverðseldra vara í ársreikningum náttúrulega ekki sundurlaður eins og ég nefndi á hann, svo að það verður að hafa það í þetta skipti að ég ekki að fara að koma neitt veldur hraðabyrða. Varst þú með eitthvað þar eða? Sko, þetta eru óendurskoðaðar upplýsingar, en veldur hraðabyrða hérna, samkvæmt þessu eru 17. Já. Það er náttúrulega ekki hægt að taka marka á því. Og þó, það eru 16 hjá Símanum, þannig að við erum eitthvað nær í lagi með þetta. Já. En það eru 99 hjá Hringdu. Já, ok. Þannig að ég held, við gerum ekki einu svona tilraun til að leggja nánara mat á það. En það var að skuldir félagsins, þær eru samtals sko 19,2 milljarðar tæpir. Og þetta er með við 2021, bara lok árs 2021. Sko binni í bankanum er involved. Já, en býtu nú hægur. Ok. Þetta er ekki skuldastaðan í dag, en ég ætla bara, nú er ég að reyfa ársreikning 2021. Sko 14,5 milljarður af þessum 19,2 eru langtíma skuldir og það eru vaxtaberandi langtímalán 6,7 milljarðar. Leiguskuldbindingar 5,2 og þetta geta verið einhvers konar bara svona, eins og ég segi, aðstöðu samningar fyrir fjarskiptabúnað og þess áttar. Ok. Restinn svo 2,5 milljarður, það er bara aðrar skuldir. Svo er það skammtíma skuldirnar, þær eru 4,7 milljarðar og langstærstu hluti þar eru bara þessar boring viðskiptaskuldir og aðra skammtíma skuldir sem enginn er að velta fyrir sér. Það eru boring, svona þegar þú segir það. En allir vilja hins vegar velta fyrir sér skammtíma greiðsluhæfinu. Já. Og þar er veltufjár hlutfall upp á 1,13 sem er yfir ásnum, nákvæmlega þar sem við viljum hafa það, sko. Já. Og svo er lausafjár hlutfall, það er líka yfir ásnum, 1,04. Það er náttúrulega stórkostlegt hlutfall. Já. Sko, með skuldahlutfallið, það hefur síðustu ár verið svona á bilinu 50 til 54% sem er bara nokkuð veglegt skuldahlutfall, en það gera svo hérna þetta ár 2021 að þau fara í hlutafjárlækkun og það eru svona 2 þekkta leiðir til að fara í hlutafjárlækkun og það er annars vegar að kaupa einn bréf eins og við höfum séð fyrirtæki á markaði verið að gera núna í stórum stíl undanfarið. Svo hins vegar er hægt að lækka hlutaféð hlutfallslega jafnt hjá öllum hluthöfum og greiða þeim mismuninn út og ég ætla ekki ganga svo langt að kalla það arðgreiðslu en þetta er ein leið til að koma fjármunum til hluthafa. Já. Og ég sé ekki betur en að þessi seinni leið hafi verið farin í desember síðastliðinn og þetta eru tæpir 5,7 milljarðar að nafnverði á genginu 1,09 sem gerir 6,2 milljarð króna útgreiðslu. Bara núna í DS? Já, síðastliðin. Og til að eiga fyrir þessari útgreiðslu þá þurftu að stækka lánabókina sína að þér virðist, sko. Skuldir fara úr 7,4 milljörðum upp í 14,5. Og þetta hækkar náttúrulega skuldahlutfallið talsvert og þau eru komin upp í 79% skuldahlutfall. Já. En ég veit til þess, eins og ég sagði hérna, og það hefur komið frétt það. Þau fóru í 3,5 milljarð króna hlutafjáraukningu núna í apríl. Sem að styrkir efnahagsreikningin talsvert og samkvæmt samantekt frá Arion banka sem gefin var út fyrir útboðið stendur hlutfaldi í 60,6% eftir hlutafjáraukninguna í apríl. En svo er það sko líka samkvæmt útboðslýsingu bara frá Nova eða bara kynningunni hjá Nova fyrir helgi þá talar Þórhallur Jóhannsson fjármálastjóri fyrirtækisins að 4,5 milljarður hafi farið að borga niður vaxtaberandi skuldir þar sem af árið 2022. Þannig ég myndi segja að efnahagsreikningur fyrirtækisins sé bara langt innan heilbrigðra marka með við þetta sko. Þannig að þessar tölur sem ég er að lesa upp alveg í byrjun skuldana, það er í rauninni miðað við 2021 en það hefur margt gerst frá því þá. Mjög margt gerst. Já, þannig að ég ber, þú veist, það er réttast að sko koma inn á það. En þetta fer nú alveg að fara að vera búið hjá mér þessi yfirferð hérna. Það er bara eigið fé, það stendur í rúmum 5,2 milljörðum. En eins og ég segja, ef við skoðum aftur þessa nýju samantekt frá Arion banka þá má áætla að eftir hlutafjáraukninguna standi það í 8,6 milljörðum og það er engar sérstakar sundurliðanir þar en þetta er bara þetta klassíska, þetta er hlutafé, varasjóður og óráðstafað eigið fé. Óráðstafað eigið fé stóð í rúmlega 750 milljónum eftir síðasta rekstrarár. Þannig að það er eitthvað svigrúm fyrir arðgreiðslu í náinni framtíð. Og já, þetta er bara svona stiklað á stóru sko yfir þennan 2021 ársreikning og ég
svona til samantækta myndi segja að þetta sé bara stór góður rekstur. Þetta náttúrulega frábært EBITDA-hlutfall, þetta virðist vera gott rekstrarmódel, þessi fjarskiptabransi. Já, eitt sem maður getur sagt að þetta ekki að fara neitt. Nei, það nokkuð ljóst. Þannig að svo náttúrulega líka núna, það sem gerir þetta svolítið skemmtilegt að þeir koma á markað. Já. Að svipa á með tryggingagerana, núna getur þú bara tekið stöðu með markanum, þú getur bara keypt smá klinki í símanum, smá í sín, smá í nóa og þú ert bara svona, þú ert langur fjarskipti. Já, klálega. Já, ég held að, þú veist, þetta ekkert að fara að deyja á næstunni, sko. Nei. En já, það kannski verðt einmitt að minnast á það hérna bara aðeins undir lókina. Þórhallur, fjármálastjóri, fór yfir rekstrarreikning fyrsta ársfjórðungs 2022 á útboðskynningunni fyrir helgi. Þar kemur fram að tekjuvöxtur milli fyrsta ársfjórðungs 2021 og 2022 sé 6,6% og EBITDA vöxtur 14,6%. Það náttúrulega feikna gott, sko. Vöxtur, eða þú veist, hækkun á EBITDA það það sem við viljum sjá upphæðinni yfir árið, sko. Já, á milli þessar ársfjórðunga, sko. Það klálega auðvitað eitthvað sem við viljum sjá. Auðvitað viljum við sjá það. Þannig að það nokkuð ljóst að 2022 að fara anskoti vel af stað og já, bara svona heilt yfir bara lítur þetta bara fengna vel út, sko. Þannig að já, þá hef ég lokið svona minni yfirferð. Já, glæslegt. Þetta var bara glæslegt. Þú ert með einhverja punkta sjálfur? Já, sko, það náttúrulega hægt að stikla á stóru úr kynningunni til að koma inn að þau hafa verið efst í ánægjuvöginni 13 ári í röð. Þannig að maður eiginlega bara svona farin að láta það eins og vindu meiru þjóta. What else is new? Þú varst að nefna á hann fyrirtæki ársins, þau hafa verið það 3 fyrir röð. Já. Þetta reyndar eitthvað samkvæmt vaffer, þannig ég veit ekki alveg. Já, það eru alls konar, það svo mörg vel eins og þú sagði réttilega á hann, sko. Maður alveg hættur að spá í þessu, sko. Hvað var þetta sem við unnið þarna? Já, akkurat. Svo bara ef við tökum aðeins markaðshlutdeildina, því þetta nú sundulega nokkuð vel í kynningunni. Og svipa á síðast, takk ykkur bara 10 mínútur á renni í gegnum kynninguna, þetta efsta frétt, fara inn á arionbanki.is og þetta hann undir frétt. En bara svona rétt áður en ég tek samanburði við hin sím og fjölmiðlafyrirtækin, má í rauninni segja, að þá getum við sagt fólki það að markaðshlutdeild Nóa á farsímamarkaði 33% og eftir því sem ég komst næst eru þau stærst, en svo sé ég í kynningunni eins og síminn sé stærri, þannig að það er kannski verið að telja eitthvað saman eða ekki. Já, það gerist eitthvað þarna 2017, þar sem síminn bara spækar, sko. Já, það sé að Orri Hauks kom inn. Nú veit ég það ekki, sko. Orra Hríð, hann mættur. Heyrðu, en ég veit það ekki. Og þau eru með eins og þarna kom, sko, með markaðshlutdeild, þau eru með 60% af gagnamagni. Og já. Þau eru náttúrulega kóngurinn á þeim markaði. Já, og þannig eru þau örugglega uppskera í þessari helgröðu kynslóð okkar sem að bara getur ekki lagt síman frá sér án þess að vera með YouTube eða Spotify eða eitthvað í gangi. Nei, sem að Nóa bara mjólkar í gegnum sín kerfi og hefur á sínu snærum. Svo hérna þau séu með 21% í Fiber í kynninguna ensku sem held ég bara fastlínu sem eru örugglega gamlu góða símatengingarnar. Já. Og netið og það. Þau eru náttúrulega ekki með, sko, fastlínu, sko. Nei, ég held þetta sé internetið, þú veist, í gegnum Nóa. Já, ljósleiðarinn. Já, ljósleiðari, það er örugglega rétt orðið fyrir. Svo hérna kemur fram að þau eru með 40% af vörusölunni. Þannig að þú fórst yfir það áðan og það er Hydroponics Smart Garden sem ég var að reyna að koma að mér. Sko 40% af miða við Síman, Vodafone og Nóa. Þannig að það eru fleiri fyrirtæki svo Elko og aðrir sem að að selja náttúrulega auka hluti. Já, þau taka í rauninni í kynningunni bara þessa bara retail beinu keppinauta. Og áhugavert mér sýnist bara hringdu ekkert vera í þessum bransa. Selja draslið. Nei, það lítur ekki út úr það. Bara það. Ég held meira að segja bara að þau gera það ekki, sko. Nei, akkurat. Þannig að Nóa með fína stöðu á þessum markaði og margverðlaunað eins og þú varst búin að koma inn á. Heyrðu, það var nú svo sem búið að stela skemmtilegasta metriknum hérna áðan. Við vitum að þau eru hæst tekjur per starfsmann. Förum aðeins yfir starfsmannafjölda og tökum veltu. Nóa veltir hérna 12,9 milljörðum eins og þú hefur komið inn á 2021. Síminn er stærstur 24 milljarðar og svo þar á eftir kemur Sín með 21,7. Þannig að þau eru töluvert stærri heldur en Nóa í veltutalið
og þar af í rauninni þessi fjölmiðla hluti að telja helviti stórt. Hjá Sín það 8,3 miljardar og Símanum 6,3. Já, það svo hátt. Já, þannig að ef ég svolítið já. Já, svolítið já. Og þannig að sko, þú veist, þetta mæntalega allir en Sín megin, þá þetta náttúrulega bara Stöð 2, allur sjónvarpsanginn, öll útvarpin og þetta náttúrulega svo ótrúlega mörg og hlaðvörpin. Sko. Það verður samt spennandi að sjá sko, hvort það sé einhver tækifæri í þessu Nova TV dæmi sko. Upp á, ég veit ekki, einhverja svona streymis pælingu. Já, við spurjum Möggu að þessu sem að fer í einhver slagsmál við fjölmiðlana sko. Já, augrar þeim. Spurjum Möggu að þessu eftir. Já, klálega. Og Símamegin þá eru þeir náttúrulega með 6,3 miljardar sem ótrúlega gott með að það að Síminn með K100 held ég. Nei, ég rugla, það Árvakur. Það Árvakur. Ég ætlaði að koma inn á, þau eru með þarna Marathon og hvað fleiri? Voru þeir ekki með neina út? Stöð 2 með eitthvað sem heitir Stöð 2 Plus eða þetta Sín. Já, þú veist, þetta eru þessar efnisveitur sem að Síminn og Sín að keppa en það sem ég ætlaði að koma inn á með K100 og MBL mann finnst eins og Síminn og MBL sé einhvers konar samstarfi. Já. Hefur þið tekið eftir? Já. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað official, þess vegna var ég að hugsa K100 en Síminn náttúrulega bara marathonið og það í rauninni undravert hvað þeir eru með mikla veltu. Sennilegast enski boltinn ansi stór hluti að þessari köku sko. Ok, velta markaðshlutdeildir, fjölmiðlun tekið per starfsmann, nóga ber höfuð og herðar. Þeir eru lean, 147 starfsmenn, til samanburðar Sín með 460, Síminn 308, 462 Sín. Og þar enn og aftur 88 milljónir per starfsmann hjá Nóa, 78 hjá Símanum, sem ansi gott hjá Símanum, því að þeir eru tölvöld stærri, sko, þeir halda alveg vel í. Og Sín, þarna, mér finnst þeir aðeins, þarna má bæti í, þeir eru með 47 milljónir. Svo tók ég slippfélagsmetrikin sem við frumsýndum þá. Return on sales. Og þú kannski ferði yfir hvað það er. Þá erum við að deila sem sagt EBIT-unni eða bara rekstrarhagnaðinum. EBIT. Rekstrarhagnaði fyrir fjármagnsliði og fjármagsgjöld. Er það ekki? Og ekki segja þetta aftur sko. Fjármagsliði? Nei, ég bara segja, ekki vera að segja þessa langlóku hérna. Já, sorry, EBIT. Þetta er bara EBIT. Þetta er rauninni eftir afskriftir, sko. Já, eftir afskriftir og við deilum með því í veltu félagsins. Já. Og þetta á að vera svona hagkvæmni stuðull á hversu vel salan hjá þeir að skila sér í pingju. Já. Og hér enn og aftur ber Nóa höfuð og herðar. Það? 15% ROAS. Já, takk. Return on sales. Ok. Þar á eftir Síminn með 9% og svo Sín með 3%. Já. Nóva bara hringdur hér með 1%. Já. Og þetta er samkeppni sem Nóva rústar, sko. Já. Og þetta er náttúrulega bara sölu og markaðsapparat af Guðsnám, má segja. Klálega. Ekki Guðs, af heiðnum sið. Já. Þá er ég eiginlega bara að vera tæmdur. Ég var ekki með neitt fleira svona. Þau eru náttúrulega á leiðinni til okkar, Magga og Maggi. Já, þau eru að koma í hákallasúpuna. Já, þessi þáttu kemur bara í beinu framhaldi af því. Já. Sá þáttur kemur í beinu framhaldi af þessum. Akkurat. Þá bara kveðjum við að sinni. Við förum yfir bókina með þeim, er það ekki? Jú. A og B. Jú. Við gerðum það nefnilega tvisvar síðast, ég er ekki vissum að þjóna einhverjum tilgangi í dag. Við skulum bara spyrja þau út í það. Já. Kæra þakki fyrir. Jú, heyrumst það eftir. Já, bæ.